Komið þið sæl og verið velkomin í föstudags þátt N4, helgar þáttinn. Við komum víða við í dag og fáum til okkar góða gesti. Tónlistarskólinn á Akureyri á stórafmæli og eins og vera ber verður blásið til afmælisveislum á árinu. Ferðamönnum fjölgar 10% ár eftir ár sem þýðir meðal annars að samgöngukerfið verður að vera í lagi og við ræðum samgöngumál við formann samgöngunefndar Alþingis og hótelstjóra á Akureyri. Blaðamaður á Akureyri datt heldur betur í lukkupottin í vikunni. Getum við sagt, hann fylgdist með því þegar að fálki át máð og það í þéttbýli hérna á Akureyri og hann sýnir okkur líka nokkrar skemmtilegar myndir frá blaðamannaferli sínum. Það hefur snjóað mikið hérna fyrir norðan í vetur og stóra málið á Akureyri salt eða sandur sem hálkuvörn. Bæjarstjórinn á Akureyri kemur í heimsókn og sömuleiðis bæjarfulltrúi og við ætlum að ræða þetta mál, salt eða sandur. Og svo í lokin kemur til okkar læknir og ræðir við okkur inflúensuna sem að herjar á landsmenn þessa dagana. En við byrjum á afmælisbarninu, tónlistarskólanum á Akureyri sem að fagnar þessar mundir, 70 ára afmæli. Hingað eru komin Unna Björg Hjartardóttir sem deildarstjóri tónlistarskólans á Akureyri og Vilhelm Anton Jónsson, tónlistarmaður í 200.000 naglbítum. Fyrst, Unna Björg, afmælisbarnið, hvernig braggast það? Það ótrúlega spragt þetta 70 afmælið og fróðleiksfúst og fjölþjóðlegt og kraftmikið og við erum með bestu börn í bænum, held ég, hjá okkur í námi. Hversu stór skóli þetta? Þetta eru á 1500 nemendur í það heila og frá 4 ára sennilega og bara upp úr. Elstu nemendurnir eru sennilega komnir yfir 50. Og þið eruð í Hofi, í miðbænum bara? Við erum með dásamlega aðstöðu í Hofi, á 3. hæð og við vinnum í mjög nánum og góðum tengslum við hófsfólk og Sinfóníuhljómsveit Norðurlands. Vilhelm Anton Jónsson, þitt fyrsta hljóðfæri sem þú lærðir á? Já, það var hið sígilda og stórlega vanmetna hljóðfæri, blokkflautan, sem að ég byrjaði að læra á blokkflautu, 6 ára, ætlum ekki skikkaðar, ég var lögum í Reykjadal, litlu ljóðaskóla og við bræðurnir og Bibbi og Baldur í Skálmöld, við erum allir skólabræður og við Bibbi bekkjabræður, þá lærum við á blokkflautu, ég held að allir lært á blokkflautu, ég held eiginlega, er það hægt að byrja ekki allir á blokkflautu? Það var þannig, það var skorið niður hér fyrir nokkrum árum, bara að halda því til haga, við erum að reyna að koma því inn aftur, sko. Það var blokkflautu, þá lærðum við einmitt, ekki svona nótur, ekki C og D og E og F eða eitthvað heldur, brúna nótan og rauða nótan og gula nótan og ég ennþá, ég les nótur einstaklega illa, ég ætla ekki að segja alveg ólæs en samt eiginlega, ég bara að segja þetta að þið eru í sjónvarpi, ég sé ekki ólæs og nótur en mér finnst það þægilega einhverjum til að segja bara svona, brúna nótan, gula nótan, rauða nótan, ég veit hvað það er á píanó og blokkflautu, sko. En manstu hvaða lag þú lærði fyrst? Já, ég held að hljóti hafi verið góða mamma, sko. Það er þá grænn, gul, rautt, það er góða mamma, gefðu mér, En Unna Björg, þitt fyrsta hljóðfæri? Það var blokkflauta líka, Já. En ég var ekki skikkuð, ég var 8 ára þegar ég fór á það og Já, þú valdir þið bara blokkflautu? Nei. Ekki bara svona, nú ertu að læra blokkflautu eins og allir Nei, heim? ég var sagt, þú verður fyrst að taka 1 ár í blokkflautu. Já. En hélt henni alltaf svona til hliðar að því mér langar að spila tværflautu. Og svo árið seinna fékk ég að færa mig upp í tværflautunum, hefur verið það síðan. En Vilhelm, hann var Ég verð að fá að stoppa. Já. Upp í tværflautu, hvað þýðir það allt í hérna? Það sé Það er stærra. Betra, já, ok. En fyrsta lagið sem þú lærðir, manstu það? Það hefur örugglega verið eitthvað svona pedagógist, eitthvað rytmalag sem hét eitthvað sniðugt en var bara til þess að kenna manni að spila þagnir og rétta lengdanótum, sko. Helgina, laugardaginn 20. febrúar, þá verður blásið til tónlistarveislu í Hofi. Já, heldur betur. Þessi hugmynd kviknaði þegar við vorum bara svona brainstorma, eins og maður segir á vondri íslensku, hvað við getum gert í tilmæli 70 afmælinu. Við héldum hátíðatónleika núna í janúar í kringum sjálfan afmælisdaginn, en okkur langaði til að gera svona stóra tónleika sem allir, eða því sem næst allir gætu komið fram
og við hefðum svona einhverja með okkur, einhverja þekkta, einhverja gulrót og 200.000 naglbítar var fyrsta hljómsveit sem okkur datt í hug að hafa haft samband við og ég sendi Vilja póst, hann sagði já og við þurftum ekkert að pæla í hver var hljómsveit númer 2. Þetta var bara frágengið. Þannig að Daniel Þorsteinsson, kennari við tónlistarskólann, búinn að útsetja 7 naglbítalög og 4 til viðbótar fyrir allan þennan fjölda við stútfyllum sviði. En ég vil svona, eftir að þú fær póstinn, hvað gerist þá síðan? Já, pósturinn kemur og maður svona, já, jú, ok, þetta gaman og þú veist, ég þetta sá fyrir mér að því að við erum saman í Lúðrasveit verkalýðsins, 200 naglbíturinn sem Lúðrasveit verkalýðsins, ég sá fyrir mér þetta væri kannski svona 20 blásar, væri að meina að þetta væri svona eitthvað blásaradeildin og já, allt í góðu. Svo þetta svona hægt og rólega alltaf svona, voru að senda þessi lög, já, ok, svona, svo kom allt inn einhver póstur svona með tölunni 400 krakkar í. Og þá settust við niður, nefnilega hvað 400 krakkar er þetta, og þá fórum við svona að fatta þetta alveg þetta reysa stórt. Það var mjög ótrúlega gaman að fá þennan póst og við erum rosa þakklátir og svo gaman ef einhver vill gera eitthvað með okkur og sérstaklega á tónlistarskólanum á Akureyri 70 og við erum allir héðan. Benni var í tónlistarskólanum í milljón ár og ég og Kári læriðum einhver pínu, þannig kannski ekki alveg marka á því takandi svo sem. En svo þykir eitthvað svo ótrúlega vænt það að einhver vilji spila lögin okkar og í gær hittust við Una og Daniel og vorum að fara yfir útsetningarnar og þá rennur þetta alltaf svona upp fyrir mann. Það er eitthvað svona lag sem að samdi sem kannski bara 3 hljómar og við erum 3 að spila á sviðinu og þú veist, fínt. Allt í einu bara komið eitthvað svona nótnadót og verið að fara yfir, já hérna koma þessir inn og einhver búinn að skrifa þetta upp, þá verður þetta svona, ég veit ekki, svona þetta pínu sem maður er að kafa og kafar yfir djúpa gjá. Svoleiðis tilfinning, svona, já, ok, já, nú ég að standa mig, svona, og svona, já, ég veit ekki hvernig ég var að lýsa þessu tilfinningu, svona, auðmýkt en samt pínu svona, yfirþyrmandi auðmýkt ef það er til. En þið takið væntanlega einhver svona þekkt lög, byttum við, 200 naglbítar, láttum við vera til dæmis. Já, það verður. Hvernig þið þurftuð þá að útsetja þetta allt saman fyrir 50, 60, 70, 80 krakkar líka sem að verða með okkur á sviðinu? Já. Daniel fór bara að skrifa það upp. Og við verðum samt bara með okkar 3 hljóma og bara svona, vá. Já, við verðum með kór og 20 gítara og ég veit ekki maðurinnbúr og... En hvað segja krakkarnir sjálfir, eru þau ekki spennt? Þau eru alveg rosalega spennt, sko. Já, þau eru bara að pissa á sig að spenningi. En það var svo gaman þegar við vorum að fara yfir nóturnar í gær að þeir voru eiginlega orðnir eins og krakkarnir. Undir lokinu og þessu undir bara, ég get ekki beðið eftir að heyra þetta, ég ætla að gera þetta hérna. Svo fórum við... Daniel var svo elskulegur að nota bara orginal tóntegundur og allt, þannig að það var hægt að spila allar útsendingarna bara með lögunum þeirra. Þannig að ég held að spilun á lögum naglbítanna hafi snaraukist á öllum svona helstu svona tónlistarstreymi síðustu svona 3-4 vikunar kannski. Já, við erum alveg að rústa Spotify þetta sko. En þegar að eru svona margir sem að stíga á svið, er þá ekki búið að fylla salinn fyrirfram bara afarnir og ömmurnar? Jú, eiginlega sko. Jú. En það er frítt inn á þessa tónleika? Það er frítt inn á tónleikana. Þeir eru með 400 krakka, hvað tekur þú? 520? Já. Þannig að það er eins gott að mæta snemma. Það er eins gott að mæta snemma, já. Já. En þetta er sem sagt laugardagurinn klukkan? Laugardagur klukkan 2. Og það er sem bara frítt inn og 200.000 naglbítar og svo bara allir í tónlistarskólanum. Það hefur aldrei verið nærið að vera 200.000 í þessari hljómsveit en núna á laugardaginn. En aftur svona að tónlistinni eða að tónlistarskólanum og tónlistarnámi, hversu mikilvægt er það að krakkar læri á hljóðfæri? Ég held að það sé mjög mikilvægt og ef ég ætti fyrirtæki þá myndi ég helst bara ráða fólk sem hefur farið í tónlistarnám eða unnið í hljómsveit. Bara það sem hún lærir þar er svo mikið að taka tillit til annar og vinna með öðrum og ég held að það sé alveg ótrúlega hollt að svona þú fattar það að heildin verður stærri en summa hlutana í rauninni. En það eru sem sagt, það er helgin, það er laugardagurinn klukkan 2 í Hofi. Klukkan 2 og mæta snemma til þess að fá sæti. Já, ég myndi gera það. Og þið lofið góðum og eftirminnilegum tónleikum. Já, ég verð með gæsahúð og tár í augunum, ég get alveg lofað því. Já. Una Björg og Vilhelm, þakka ykkur fyrir og við höldum áfram hérna eftir smástund.